Veröld sem var, annar kafli, í skóla á 19. öld. Það var sjálfsagður hlutur að ég færi í menntaskóla að fullnaðarprófi loknu. Efnuðum foreldrum var af félagslegum ástæðum mjög mun að setja syni sína til mennta. Þeir voru látnir læra frönsku og ensku, fengu tilsögn í músík auk þess sem ráðin var kennslukona, seinna heimiliskennari til að kenna þeim fagra siðu. En einungis akademísk menntun var talin fullnægjandi á þessari frjálslyndu og fræðslu öld. Þess vegna var öllum betri borgurum það metnaðarmál að einn sonurinn að minnstakosti bæri doktorsnafnbót. Leiðin til háskólanáms var samt sem áður löng og þyrnum stráð. 5 ár í barnaskóla og 8 ár í menntaskóla var nemandinn að hafa setið á hörðum trébekk 5 til 6 stundir á dag áður en stúdentsprófi var náð. Afganginn af deginum hafði hann til heimavinnunar, en þar á ofan var þess krafist af honum vegna almennrar menntunar að hann lærði 9 málin, frönsku, ensku og ítölsku til viðbótar við þau klassísku, grísku og latínu. 5 tungumál alls auk annarra námsgreina, svo sem stærðfræði, eðlisfræði og svo framvegis. Þetta var meira en nóg og leyfði næstum engan tíma til líkamsræktar, íþrótta eða gönguferða, hvað þá til glaðvarðar og skemmtana. Mér rámar enn í það að þegar við vorum 7 ára áttum við að læra utanbókar og kyrja eitthvert kvæði hina glöðu æsku. Ég kann ennþá lagið við þessi einföldu barnalegu stef, en sjálfur textinn hefur við staðið í mér strax frá upphafi og fráleitt verið mér nokkur hjartans sannfæring. Því ef satt skal segja þá var öll mín skólaganga mér til sárra leiðinda og með hverju árinu sem leið varð ég óþreyjufyllri að losna úr prísundinni. Ég minnist þess ekki að hafa nokkur tíman verið glaður eða léttur í lund í þessu þumbaldalega og andlausa lærdómsbastli sem algerlega spillti fyrir okkur fegurstu og frjálsustu árum ævinar. Og ég verð að viðurkenna að ég get ekki varist öfund þegar ég sé hve margfalt hamingjusamari, frjálsari og sjálfstæðari æskan fær að vaksa upp á 9. öldinni. Aldrei get ég varist undrun yfir því hver nemendur nú á dögum skrafa hispurslaust við kennara sína, næstum eins og jafningja, hve áhyggjulaust þeir hraða sér í skólan, ólíkt okkur sem alltaf vorum fullir óanægju, hvernig þeim leyft bæði heima og í skóla að láta í ljósi óskir og tilhneigingar sinna ungu forvitnu sálna, frjálsar, sjálfstæðar og óþvingaðar mannverur, gjör ólíkar okkur sem ekki höfðum fyrr stigið inn í hið hataða skólahús en við urðum að beygja okkur undir hið ósýnilega ok. Í okkar augum táknaði skólinn aðeins skyldu, leiða og ömurleika, stofnun þar sem maður varð að innbyrða einskisverða þekkingu í afmældum skömmtum. Við fundum að námsefnið var aðeins tilbúin skólaviska sem ekkert kom raunveruleikanum við og ekkert erindi átti til okkar á nokkurn hátt. Þetta var útþvældur leiðinda lærdómur sem hinn gamla uppeldisfræði tróð upp á okkur vegna lærdómsins en ekki lífsins. Og hinn eina sanna hamingjustund sem ég á í skólanum upp að unna var þann dag þegar ég lokaði dyrum hans á eftir mér í hinsta sinn. Ekki svo að skilja að skólarnir í Austurríki væru slæmir í sjálfu sér, öðru nær. Hinn svokallaða námsáætlun var byggð á aldalangri reynslu og hefði vel geta veitt frjóa og sæmilega alhliða menntun ef á henni hefði verið haldið af áhuga. En einmitt vegna formfestunar og tilbreytingarleysisins urðu kennslustjórnirnar hræðilega þurrar og lífvana. Skólinn var aðeins dautt kennslutæki sem aldrei tók tillit til nemendanna en skráði í blindni gott, dágott, lagt, eftir því hve mikið við uppfylltum af kröfum áætlunarinnar. Og það var einmitt þetta tilfinningarleysi, þetta ópersónulega tómlæti, þessi fangabúðabragur á umgengninni sem undir niðri ergði okkur mest. Við urðum að læra það sem okkur var fyrir sett og síðan vorum við prófaðir, en engin kennarinn spurði nokkur sinni það á 8 árum hvað okkur langaði til að læra og sú uppörfun sem hver ungur maður þráir að laun var aldrei í té látin. Þetta tómlæti mátti einnig greina í ytra útliti skólans. Húsinu hafði verið hrófað upp í venjulegum skólabyggingastíl fyrir 50 árum og lítið til þess vandað. Kaldir, illa kalkbornir gangar þessa skólahjalls
lágar skólastofur þar sem ekkert var til augnayndis og daunill salerni, allt myndi þetta einhvern veginn á gamalt hótel sem óteljandi gestir hafa gengið á undan manni og óteljandi munu framvegis ganga af samskonar kæruleysi og tregðu. En í dag get ég ekki gleymt þeirri myglu og fúkkalykt sem við þetta hús loddi eins og allar opinberar skrifstofur í Austurríki. Við kölluðum hana geymslulykt, þessa stibbu í ofkynntum, yfirfullum, illa loftræsum stofum sem fyrst settist á fötin, síðan á sálirnar. Við sátum í keng eins og galiðuþrælar, 2 og 2 saman á lágum trébekkjum, þangað til okkur sárverkjaði í hnúturnar. Á veturna flökti bláleitur bjarminn af gastýrunum yfir bókum okkar, en á sumrin var vandlega breytt fyrir gluggana svo að augu okkar gætu ekki starað dreymandi í himinbláman. Gamla öldin hafði enn ekki uppgötvað að ungir líkamar þurfa lífsloft og hreyfingu. 10 mínútna hlé á köldum og þröngum gangi var álitið fullnægjandi hvíld fyrir okkur sem húktum hreyfingarlausir í 4 eða 5 stundir. 2 í viku var farið með okkur í leikfimiðhúsið og þar voru við látnir þramma eins og fábjánar fyrir vandlega luktum gluggum á fjalagólfi sem rykmekkir gusu upp úr við hvert skref. Þar með var líkamsræktinni fullnægt. Ríkið hafði uppfyllt skyldur sínar við okkur mens sana in corpore sano. Og þegar ég átti leið framhjá hinu myrka, ömurlega skólahúsi næstu árin, létti mér jafnan við þá tilhugsun að þurfa ekki lengur að stíga fæti inn í þessa dýflis og æsku árana. Og þegar þessi heiðvirða stofnun hélt hátíðlegt 50 ára afmæli sitt og ég var beðinn sem fyrrverandi úrvalsnemandi að halda ræðu að viðstöddum borgarstjóra og ráðherra, færðist ég hæfisklega undan. Ég þurfti ekki að vera þessum skóla þakklátur og hvert orð sem ég hefði látið falla í þá átt hefði verið lygi tóm. Ekki áttu kennararnir heldur neina sök á ömurleika skólahaldsins. Þeir voru hvorki góðir né slæmir, engir harðstjórar en á hinn bóginn ekki hjálpfúsir félagar heldur. Þeir voru aðeins peð í taflinu og þurftu eins og við að ljúka sínu verkefni, ríkbundnir við bókstaf námskrárinnar. Við fundum glöggt að þeir voru jafn fegnir og við þegar skólabjallan gall við á hádegi og gaf okkur öllum stundar frelsi. Þeir hvorki elskuðu okkur né hötuðu sem ekki var von, þar sem þeir þekktu okkur ekki. Jafnvel efri bekkinga þekktu þeir fæsta með nafni. Samkvæmt kennsluaðferðum þessara tíma þurftu þeir ekki að skeita annað en leiðrétta villur í stílunum. Þeir sátu upp í kennaraborðið, við sátum fyrir neðan, þeir spurðu og við svöruðum, annað samband var ekki á milli okkar. Því milli meistara og lærisveins, milli kennaraborðs og skólabekks, sem sýnilega táknaði yfirvald og undirgefna, stóð hinn ósýnilegi veggur myndugleikans hindraði alla viðkynningu. Kennarana skorti ekki einungis heimild, heldur einnig hæfileika til að umgangast nemendurna sem sjálfstæðar persónur, því það hefði getað heimtað sérstaka athugun á lindiseinkunn lærisveinana eða ef til vill skýrslur yfir hegðun þeirra eins og nú þykja sjálfsagðar. Á hinn bóginn hefði það skert virðuleg kennarans að taka okkur tali því með slíku háttalagi hefði yfirboðarinn gert skólasveininum of hátt undir höfði. Ekkert finnst mér jafn tákrænt fyrir það regin djúp sem staðfest var á milli okkar og kennarana og það að ég hef bæði gleymt nöfnum þeirra og andlitssvip. Ég sé ljóslifandi fyrir mér kennaraborðið og bekkjarskrána sem við vorum einlægt að hnýsast í, því þar var hegðun okkar bókuð. Ég sé líka fyrir mér litla rauða bók sem einkunnir okkar voru færðar inn í, svartan blýantstúf sem krotaði tölustafina og sömuleiðis mína eigin stílabók, ataða rauðum leiðréttingum kennarana, en andlitsfalli þeirra sjálfra hef ég fullkomlega gleymt. Ef til vill vegna þess að fyrir framan þá stóðum við ævinlega niðurlútir og með kæruleysi í augum. Þessi óánægja með skólan var mjög almenn. Ég minnist þess ekki að við félagarnir værum nokkur tíman ósammála það að skólagangan væri bestu fyrirætlunum okkar og áhugamálum einungis þrándur í götu. Fyrst löngu seinna var mér ljóst að þessi tilfinningasnauða og andlausa uppeldisaðferð var engan veginn vanrækslu fræðslumálastjórnarinnar að kenna, heldur lá bak við hana ákveðin, sannast sagt vandlega dulinn tilgangur.
Yfirboðarar okkar og forsjármenn sem trúðu á öryggið eins og nokkurs konar skurðgoð höfðu illan bifur á æskunni eða vantreystu henni að minnsta kosti. Borgararnir sem voru hreyknir af þjóðskipulagi sínu og hinum kerfisbundnu framförum boðuðu hófsemi og stillingu í öllum lifnaðarháttum sem hina æðstu dygð mannsins. Þess vegna bara forðast að við tækjum og skjótum þroska. Austurríki var gamalt ríki þar sem aldurhnýinn keisari sat í hásæti og aldraðir ráðherrar héldu stjórnvölinn. Þetta ríki hugði ekki til stórræða, vonaði að fá að haldast í tölu Evrópuríkja með því að verjast róttækum breytingum. Ungir menn sem að eðlisfari girnast snöggar og róttækar umbyltingar voru því álitnir viðsjárverðir náungar sem halda þurfti í skefjum eins lengi og unnt var. Það var því engin ástæða til að gera okkur skólaárin þægileg. Við áttum að bíða rólegir þar til tekið yrði mark á okkur. Sökum þessarar bælingar voru aldurstigin metin á allt annan hátt en nú títt. 18 ára menntaskólanemi var meðhöndlaður sem barn. Honum var refsað ef hann sást með vindling í munninum og hann varð að rétta auðmjúkur upp höndina ef hann þurfti að skreppa út úr kennslustund. 30 maður var þó ekki talinn fær að sjá fótum sínum forráð og 40 lítt hæfur í ábyrgðarstöðu. Þegar einu sinni vildi svo merkilega til að vikið var frá þessari meginreglu og Gustav Mahler, tilnefndur forstjóri hirðóperunar, 38 ára að aldri, pískruðu mennum það í Vín alveg grallarlausir að svo ungum manni skyldi vera falin forsjá æðstu listastofnunar ríkisins. Því var öldungis gleymt að Mozart hafði endað ævi sína 36 ára en Schubert 31. Þetta vantraust á æskunni voru allar stéttir sammála. Faðir minn myndi aldrei hafa ráðið svo ungan mann í fyrirtækinu og þeir sem voru svo óheppnir að vera unglegir í útliti mættu allstaðar vantrausti. Þótt slíkt þykir ósennilegt nú, þá var það samt svo að í opinberu lífi var aldurinn talið meðmæli en æskan átti undir högg að sækja. Nú þessu öfugt farið. Fertugir menn gera sér far að sýna þrítugir því æskufjör, sjálfstraust og atorka greiða götu manna á allan hátt. Á öld öryggisins urðu hins vegar allir sem vildu komast áfram að taka upp alls konar gervi til að sýnast rosknari. Dagblöðin mæltu með lyfjum til að auka skeggvöxtinn og hálf þrítugir læknakandidatar báru sítt skegg og fengu sér gatan gullspangagleraugu, eingöngu til að vekja traust sjúklinga sinna. Til að fá á sig hinn eftirsóknarverða fullorðinsbrag gengu ungir menn í síðum svörtum lafafrökkum, tóku upp settlegt göngulag og söfnuðu ístru ef mögulegt var. Og allir sem einhvern metnað höfðu reyndu að minnsta kosti á ytraborðinu að dylja einkenni æskunar þessa óráðsetta aldurskeiðs. Undir eins í 7. og 7. bekk hliðruðum við okkur hjá að bera skólatöskurnar og fengum okkur reglulegar skjalatöskur til að enginn geti séð að við værum skólapiltar. Allir þeir eiginleikar æskunar sem nú þykja eftirsóknarverðastir, svo sem gamansemi, dirfska, forvitni og lífsfjör, voru á þessum tíma öryggistýrkunarinnar álitnir tortryggilegir. Aðeins með hliðsjón af þessari lífsskoðun verður auðskilið hvernig ríkisvaldið notaði skólan til að styrkja aðstöðu sína. Við áttum fyrst og fremst að læra að líta á ríkjandi skipulag sem tákn fullkomleikans, skoðanir kennaranna sem óskeikular, orð feðranna sem óvéfengjanleg og stofnanir ríkisins sem óhagganlegar og ævarandi. Önnur meginregla uppeldisfræðinar sem framfylgt var á heimilunum í þá daga var að þá leið að ekki mætti láta of mikið eftir æskunni. Hún átti fyrst að læra að þekka skyldur sínar áður en henni væri veitt nokkur réttindi, en þó fyrst og fremst algjöra hlýðni. Frá byrjun var okkur innrætt að meðan við hefðum ekki unnið neitt þarflegt í heiminum og ekki öðlast neina lífsreynslu, ættum við ekki heimtingu á neinu, heldur bæri okkur að vera þakklátir fyrir það sem að okkur væri rétt. Í minni tíð var þessi bjánalegi ægi hönd hafður frá því börnin komist á legg. Þjónustustúlkur og heimskar mæður hræddu 3 eða 4 ára krakka með því að segjast sækja pólitíið ef þau yrðu ekki góð. Jafnvel eftir að við vorum komnir í menntaskólan var okkur hótað því að við yrðum teknir úr skóla og látnir læra handiðin
ef fyrir kom að við fengum lága einkunn í einhverju ómerkilegri grein, en slíkt var ægilegasta grýla sem þekktist á borgaraheimili, þar sem það jafngilti því að hrapa niður í verkalýðsstéttina. Og þegar ungt fólk spurði þá fullorðnu eitthvað sem efst var á baugi af einskæri fróðleiksfýsn, kom ætið sama svarið: þú ert of ungur til að skilja þetta. Þannig var allt á sömu bókina lært, hvort það var í skólanum, á heimilinum eða í opinberu lífi. Menn þreyttust aldrei á að brýna það fyrir ungum mönnum að þeir væru ekki fullþroska, þeir skildu ekkert, þeir ættu aðeins að hlusta og segja ekki neitt, því síður mótmæla. Þess vegna áttu líka kennaragreyin sem trónuðu við púltin sín í skólanum að vera óviðmælandi drumbar. Þeirra hlutverk var aðeins að beygja allar tilfinningar okkar og hneigðir undir ok námsáætlunarinnar. Einum átti gilda hvernig við undum hag okkar í skólanum. Það var meira að segja ríkjandi skoðun að hann ætti fremur að bæla okkur niður en koma okkur til þroska, fremur að brjóta okkur til hlýðni við ríkjandi hefð en efla dug og atorku. Slíkt andlegt farg, eða öllu heldur andlaust farg á ungum mönnum, getur haft tvenns konar áhrif. Annarkvort verkar það lamandi eða egnir til uppreisnar. Maður getur lesið það í skjölum sálfræðinga hví líka vanmenntakennd þetta heimskulega uppeldi hafði í för með sér. Það ef til vill engin tilviljun að þessi sálarkvilli var uppgötvaður af mönnum sem sjálfir höfðu gengið í austurríska skóla. Sjálfur tel ég mig eiga það þessari bælingu að þakka hver snemma ég fekk mætur á einstaklingsfrelsinu og óbeit á öllum fyrirskipunum og valdboðum. Slík ofurást á frelsinu fágæt meðal æskumanna nú á dögum. Með árunum var þessi andúð mín á öllum steinrunum kreddum og boðorðum að rótgróinni hneigð og ég vissi ekki hvaðan hún var runnin. En einu sinni á fyrirlestraferð var mér gert að flytja ræðu í stórum áheyrendasal háskólan okkurs og þegar það rann upp fyrir mér að ég átti að tala úr kennarastóli en áheyrendur sátu prúðir, þöglir og undirgefnir á bekkjunum fyrir neðan, líkt á skólasveinar, var því samstundis stórlega miður mín. Ég myndist hversu mjög ég sjálfur hafði þjáðst af hinum ströngu, þumbarlegu fyrirlestrum á skólaárum mínum og tók undir eins að bera kvíðboga fyrir því að fyrirlestur minn myndi vera jafn ópersónulegur og ræður kennaranna forðum. Sökum þessara truflunar var fyrirlesturinn sá lakasti sem ég hef haldið mína daga. Að vísu sættum við okkur við skólan fram að 14 eða 15 ára aldri. Við hentum gaman að kennurunum og lærðum leksjurnar af krakkalegri forvitni. En þegar hér var komið tók skólinn að gerast okkur allkvimleiður. Það kynlega hafði gerst að við sem höfðum innritast hér 10 ára hnokkar vorum að hálfnuðu 8 ára námi vaxnir upp úr skólanum að andlegum þroska. Við fundum á okkur að hér gátum við ekki framar lært neitt sem máli skipti og við fundum einnig að við vissum meira í þeim efnum sem okkur lágu á hjarta en veselingskennararnir sem ekki höfðu opnað bók af eigin hvötum síðan á skólaárunum. En það voru líka aðrar andstæður sem skerptust dag frá degi. Á skólabekkinum heyrðum við ekkert nýtt, ekkert sem okkur fannst vert að vita, þar sátum við í rauninni ekki sjálfir, heldur einungis innantómar brækurnar. Fyrir utan var heimur 1000 ævintýra, borg með leikhúsum, söfnum, bókabúðum, háskóla og hljómlist, borg þar sem á hverjum degi gerðust nýjir og undursamlegir hlutir. Við sem enga svölun fengum í skólanum fyrir fróðleiksfýsn okkar og þorsta í andlega áhugamál, listir og lífsnautnir, snerum okkur því af alhug að öllu sem gerðist úti í borginni. Fyrst voru það 2 eða 3 okkar sem fengu áhuga á myndlist, bókmenntum og tónlist, síðan fleiri og loks næstum allur bekkurinn. Meðal ungra manna getur hrifning og áhugi gripið sig eins og nokkurs konar faraldur. Bekkjarbræður smitast hver af öðrum líkt og á skarlatsótt eða mislingum og þar sem nýliðarnir reyna stöðugt að skara hver fram úr öðrum af hégómlegum metnaði bernskunnar verða þeir sífellt að sækja lengra og lengra. Það meira og minna tilviljun háð að hverju áhugin beinist. Ef frímerkjasafnari fyrirfinnst í bekknum gerir hann innan skams 10 eða 12 að jafnmiklum flónum og hann sjálfur. Ef 3 eru hugfangnir af dansmeyjum, norpa hinir líka daglega við leiksviðsdyr óperunar.
3 árum á eftir okkur var bekkur sem haldinn var að knattspyrnuæði og á undan okkur var annar gagntekinn af áhuga á Tolstói og sósíalisma. Það hefur ef til vill haft úrslita þýðingu fyrir lífsstefnu mína að ég lenti í bekk með áköfum listunnendum. Í sjálfu sér var þessi listaráhugi mjög eðlilegur í Vín. Dagblöðin höfðu sérstaka dálka fyrir menningarmál og hvarvetna mátti heyra fullorðna fólkið ræðast við óperuna eða Burgleikhúsið. Í gluggum allra blaðsölubúðana voru myndir af frægustu leikurunum til sýnis. Íþróttir voru flokkaðar undir ruddaskap og vart taldar sæmandi menntaskólanema, en kvikmyndirnar voru ekki ennþá komnar til sögunar og svo múksefjun sem þeim fylgir. Maður þurfti ekki heldur að óttast bann að heiman því sjónleikir og bókmenntir töldust til hina saklausu skemmtana samanborið við fjárhættuspil og kvennafar. Loks hafði faðir minn, líkt og aðri vínarbúar, verið ákafur leiklistardýrkandi í æsku og sótt Lohengrin sýningar Richards Wagners með svipaðri hrifningu og við sóttum frumsýningar af verkum Richard Strauss og Gerards Hauptmanns. Það var sjálfsagður hlutur að við menntaskólapiltarnir flyktumst á frumsýningar og frumhljómleika. Hvílík hneisa ef maður hefði morgunin eftir sýninguna ekki verið einn af þeim lánsömu sem gátu talað af kunnugleik öll smáatriði verksins. Ef kennararnir hefðu ekki verið eins tómlátir hægi okkar og þeir voru, hefðu þeir getað séð að í síðdegistímanum á undan öllum merkilegum frumsýningum tóku 2/3 af bekknum eitthvað dularfullan krankleik. Við þurftum nefnilega að fara klukkan 3 til að geta tryggt okkur stæði, eina plássið sem unnt var að fá. Ef þeir hefðu haft augun hjá sér, myndu þeir hafa séð að við vorum með ljóð Rilkes inni í latnesku málfræðinni og notuðum reikningsheftin til að skrifa upp fallegustu kvæðin úr landsbókunum okkar. Daglega fundum við upp ný brögð til að geta lesið bækur í hinum leiðilegu kennslustundum. Meðan kennarinn þuldi hinn margtugna fyrirlestur hinn barnslega tilfinningaskaldskap Schillers, lásum við Nietzsche og Strindberg undir borðunum, en þeirra hafði hinn frómi öldungur aldrei heyrt getið. Við vorum óðfúsir að vita allt sem gerðist á sviði lista og vísinda. Síðdegis þyrptust við í háskólan til að hlusta á fyrirlestara ásamt stúdentunum. Við sóttum allar listsýningar og fórum í líffræðitíma til að horfa á líkskurð og vorum yfirleitt með nefið niðri í öllu. Við lættumst á lokaæfingar hljómsveitanna, rusluðum í geymslum fornbókasalana og rýndum daglega í glugga bókabúðana til að fylgjast með því nýja sem út kæmi. En fyrst og fremst lásum við og lásum allt sem hönd á festi. Við fengum bækur að láni á öllum opinberum söfnum og skiptumst á að lesa þær. En fengsalarstir á nýjan fróðleik vorum við þó á kaffihúsunum. Til að skilja þetta verður maður að vita nokkur deili á kaffihúsunum í Vínarborg, en þau munu ekki eiga sér hliðstæður í öðrum löndum. Í raun og veru eru þau alþýðlegir klúbbar sem standa öllum opnir með því að kaupa 1 bolla af ódýru kaffi. Fyrir þennan aðgangseyri getur gesturinn setið tímunum saman, skeggrætt og skrifað, spilað á spil, lesið bréf sín og síðast en ekki síst gleypt í sig ógrynnin öll af blöðum og tímaritum. Í betri háttar kaffihúsi í Vín lágu frammi öll vínardagblöðin og ekki aðeins þau, heldur einnig þýsku, frönsku, ensku, ítölsku og amerísku blöðin, auk merkustu lista og bókmenntatímarita heimsins, svo sem Mercure de France, Neue Rundschau, Studio og Burlington Magazine. Þannig fengum við millileiðalaust vitneskju allt sem gerðist á heimsbyggðinni. Ef til vill hefur ekkert aukið jafn mikið á andlegt fjör austurríkismanna og alþjóðlega yfirsýn og það að þeir gátu á kaffihúsunum glöggvað sig á heimsviðburðunum og jafnframt rættum þá við vini sína. Þarna sátum við daglega tímunum saman til að afla okkur fróðleiks og ekkert fór fram hjá okkur. Og sögum sameiginlegra áhugamála fylgdum við Orbis Pictus listviðburðana ekki með 2 heldur með 20 eða 40 augum. Eitt fann það sem öðrum sást yfir og æðisleg kapplaup okkar nýjan fróðleik olli sífelldum metingi á milli okkar. Ef við til dæmis vorum að ræða Nietzsche sem var illa séður í þá daga, var einhver í hópnum vís til að segja, Fjári Kotróskin, Kierkegaard nú samt meiri sjálfstýrkari.
Þá fór okkur hinum að verða órjótt innanbrjósts. Hver er þessi Kierkegaard sem X þekkir en við ekki? Daginn eftir þustum við á bókasöfnin til að ná í bækur eftir hennan hálfgleymda danska speking, því það var minnkun að vita ekki jafn mikið og náunginn. Aðalfengurinn var einmitt í því fólginn að uppgöta á undan öðrum það nýja, öfgafulla og sjaldgæfa, einkum ef bókmenntagagnrýnendur hinna virðulegu vínarblaða höfðu ekki vakið máls á því. Af þessari ástríðu var ég haldinn lengi síðan. Sérstakt dálæti höfðum við á öllu sem var óaðgengilegt, nýstárlegt og róttækt og enn hafði ekki hlotið almenna viðurkenningu. Þess vegna var ekkert svo afskekt eða vandfundið að þinn kapsfulla forvitni okkar drægi það ekki fram í dagsljósið. Bækur eftir Stefán Georg og Rilke voru á skólaárum okkar til dæmis aðeins gefnar út í 200 eða 300 eintökum og af þeim bárust í mestalagi 3 eða 4 til Vínarborgar. Bókabúðirnar höfðu þar ekki á boðstólnum og enginn af gagnrýnendum blaðanna hafði nefnt Rilke á nafn. En vegna áhugans sem ríkti í okkar hópi kunnum við hvert erindi og hverja ljóðlínu í kvæðum hans. Við hálfvaxnir stráklingarnir sem ekki var sprottin grön og enn þurftum að sitja daglangt á skólabekknum vorum í raun og veru ákjósanlegustu lesendur sem ungt skáld gat óskað sér, forvitnir, glöggir og hrifnæmir. Og hrifnæmi okkar voru engin takmark sett. Í kennslustundunum, á leiðinni til og frá skóla, í kaffihúsunum, í leikhúsinu og á gönguferðum töluðum við snáðarnir aldrei annað en bækur, málverk, tónlist eða heimspeki. Hver sem kom opinberlega fram, hvort það var leikari eða hljómsveitarstjóri, hver sem birti eftir sig bók eða skrifaði í blöðin var dýrlingur í okkar augum. Mér var næstum hvert við þegar ég mörgum árum seinna rakst á þessa setningu hjá Balzac þar sem hann að lýsa æsku sinni. Í mínum augum voru frægir menn eins konar guðir sem ekki töluðu, gengu eða borðuðu eins og annað fólk. Því nákvæmlega eins var okkur farið. Það að hafa séð Gustav Mahler á gangi var viðburður sem maður sagði félögum sínum frá sigri hrósandi morgunin eftir. Og þegar ég, lítill stráknokki, var einu sinni kynntur fyrir Jóhannesi Brahms og hann klappaði vingjarnlega á öxlina á mér, var í marga daga frá mér numin yfir þessum stórfenglega atburði. Reyndar vissi ég 12 ára snáðin ekki fyrir víst hvaða verk lágu eftir Brahms, en það eitt að þetta var frægur maður og mikið tónskáld hafði geysileg áhrif á mig. Þegar frumsýning var í vændum í Burgleikhúsinu á sjónleik eftir Gerhard Hauptmann var allur bekkurinn í uppnámi margar vikur áður en æfingar hófust. Við laumuðumst til leikarana til þess að komast á snoðir efni leiksins og hlutverkaskipun á undan öðrum. Við létum klippa okkur hjá rakara Burgleikhúsins til þess að reyna að verða einhvers vísari Voltaire eða Sonnenthal og einn af neðri bekkingunum var í sérstökum hávegum hafður af okkur efri bekkingunum og þáði margs konar hlunnindi og mútur fyrir það eitt að hann var frændi ljósameistarans við óperuna og gaf því laumað okkur inn á æfingar, en inn á þetta leiksvið stigum við með svipaðri tilbeiðslu og Dante inn í sína heilugu paradís. Slíkt töfravald hafði frægðin yfir okkur að við dáðum allt sem eitthvað skildleika átti við óskabörn hennar. Gömul fátæk kona, nákomin ættingi Franz Schuberts, var í okkar augum næstum góðborin vera og þegar við mættum þjóni Joseph Kainz á götunni störðum við upp numdir og eftir honum vegna þess að þar fór maður var svo lánsamur að njóta návistar snjallasta og ástælasta leikara sem við þekktum. Mér er auðvitað full ljóst nú hversu margt var skoplegt við þennan tilviljunarkennda áhuga, hversu mikið var aðeins gagnkvæm eftiröpun og kappgirni og hversu mikil barnaleg fordild var í því fólkin að finna sig hafin yfir hversdagsheim kennara og vandamanna. En samt furðar mig á því enn í dag hversu mikið við unglingarnir lærðum vegna þessarar bókmenntaástríðu og hví líka dómgreind við öðluðumst á þessum eilífu samræðum og sundurliðunum. 17 ára var ég ekki einungis orðin handgengin kvæðum Baudelaires og Walt Whitmans, heldur kunni ég þau flestöll utanbókar og ég held að ég hafi aldrei lesið jafn mikið í seinni tíð og á þessum menntaskóla og háskóla árum. Við kunnum góð skil á skáldum sem hlutu ekki almenna viðurkenningu fyrir en áratug seinna og jafnvel það sem aðeins hafði dægurþýðingu festist okkur í minni
vegna þess hve ákaft við drukkum allt í okkur. Einu sinni sagði ég mínum mæta vini Paul Valéry frá því hversu gömul kynni mína verkum hans væru. Ég hefði lesið kvæði eftir hann fyrir 30 árum og orðið hrifinn af. Valéry hló góðlátlega og sagði: reynið ekki að blekkja mig, kæri vinur. Kvæði mín komu ekki út fyrir 1916. En hann rak í rogastans þegar ég lýsti lit og stærð bókmenntatímaritsins sem fyrstu kvæði hans birtust í og við höfðum rekist á í Vín 1898. En hér í París kannaðist þá varla nokkur maður við þau, sagði hann undrandi. Hvernig gátu þið rekið augun í þau í Vínarborg? Nákvæmlega á sama hátt og þér uppgötuðu kvæði Mallarmés á undan bókmenntagagnrýnendunum þegar þér voru skólapiltur í afskekktri borg, gat ég svarað. Og hann sagði samsinnandi: æskan uppgötar skáld sín af því að hún vill uppgöta þau. Við skynjuðum hvern nýjan andblæ áður en hann barst til landsins af því að við vorum sísnasandi í allar áttir. Við fundum það nýja af því að við vildum það nýja, af því að okkur hungraði eftir einhverju sem við ættum einir og engir aðrir, hvorki feður okkar né samferðamenn. Æskan hefur eins og vissar dýrategundir afar næma tilfinningu fyrir veðrabrigðum og þess vegna fann unga kynslóðin á sér á undan bæði kennurunum og prófessorum að með gömlu öldinni myndu hefðbundnar listaskoðanir líða undir lok og bylting eða að minnstakosti væri nýtt mat á hlutunum í nánd. Hinnir góðu óskeikulu meistarar frá dögum feðra okkar, Gottfried Keller í skáldsagnaristinni, Ibsen í leikbókmenntunum, Johannes Brahms í tónlistinni, Leibl í málaralistinni og Edvard von Hartmann í heimspekinni voru í okkar augum fullir sömu varfarninar og allir aðrir í heimi öryggisins. Þrátt fyrir tækni þeirra og snilligáfu hrifu þeir okkur ekki lengur. Ósjálfrátt fundum við að hinn rólega, hófstiltja hrynjandi verka þeirra fann hvorki ansvar í hinnu órólega blóði okkar, né var í samræmi við hraða hins nýja tíma. Nú lifði einmitt á meðal okkar í Vín einn árvakrastri andi ungu kynslóðarinnar þýsku, Hermann Bahr, sem barðist eins og ljón fyrir hinni nýju list. Að hans tilhlutan var haldin sýning á verkum ýmissa byltingarsinnaðra málara, svo sem impressionistana og pointillistana frönsku, Munchs í norska og Robs frá Belgíu, fylgjatum gamla skólans til mikillar hrellingar. Með þessu var jafnframt ruddur vegur fyrir hina vanmetnu fyrirrennara þeirra, Grunewald, Greco og Goya. Maður lærði allt í einu að sjá hlutina í nýju ljósi og sömuleiðis lærði maður nýja hrynjandi og hljómblæ af Mussorgsky, Debussy, Strauss og Schönberg. Zola, Strindberg og Hauptmann komu fram með raunsæi stefnuna í bókmenntunum, Dostojevski með sinn slavneska kingikraft og Verlaine, Rimbaud og Mallarmé með óþekkta tign og fágun í málfari ljóðlistarinnar. Nietzsche bylti heimspekinni, djarfari og frjálsari byggingarlist boðaði hagkvæm skrautlaus hús í stað íburðar klassikastílsins. Skyndilega var þið gamla kyrláta skipulag allt komið á ringulreið, hinn viðurkenndu fegurarhugtök, hanslik, þess véfengt og meðan hinn ábyrgu borgarablöð heldu sér yfir þessar fíldjörfu tilraunir og reyndu að stöðva sóknina með því að æpa úrkynjun, stjórnleysi, steyptu með ungumennirnir okkur hugfangnir í brimrótið þar sem öldurnar risu hæst. Við fundum á okkur að nýr tími var að hefjast, tími þar sem æskan fengi fullan rétt og áður en varði hafði hinn þrotlausa leit okkar og ákafa nýjungagirni öðlast tilgang. Við stráklingarnir á skólabekknum gátum sjálfir tekið þátt í þessum ofsafullu átökum nýju listina. Við létum okkur aldrei vanta þar sem nýjar tilraunir voru á ferðinni, hvort sem var að ræða leikrit eftir vitekind eða upplestur og kvæðum nýrra skálda og við lögðum ekki til orustu með andlega orku okkar eina að vopni, heldur létum jafnvel hendur skipta. Ég var einu sinni sjónarvottur að því á tónleikum þar sem flutt var í fyrsta sinn æskutónverk eftir Arnold Schönberg að Búsbekk vinur minn gaf manni nokkrum sem blístraði og fussaði duglegan löðrung. Við vorum framherjar og sóknarlið allra nýrrar listar einungis vegna þess að hún var ný.
einungis vegna þess að hún vildi breyta heiminum okkur í vil sem nú áttum leikinn. Við fundum sem sé að nostra res agitur, okkur var máli skylt. En það var einnig annað viðvíkjandi nýju listinni sem hreif okkur og heillaði, hún var nær eingöngu verk ungra manna. Í tíð feðra okkar hlaut skáld eða tónlistarmaður fyrst viðurkenningu þegar hann var orðinn reyndur og hafði lagað sig eftir hinum hófsama rótgróna smekk borgarana. Allir þeir menn sem okkur hafði verið kennt að virða voru settlegir í fasi og framkomu. Wilbrand, Ebers, Felix Dan, Paul Heise og Lenbach, öll þessi steingleymdu átrúnaðargoð síns tíma höfðu myndarleg hæruskotin yfirskegg og gengu í skáldlegum flaugilsjökkum. Á myndum voru þeir íhugulir á svip í virðulegum og skáldlegum stellingum. Þeir tömdu sér síðu höfðingja og tignarmanna og fengu orður eins og þeir. Ungir listamenn voru, þegar best lét, sagðir efnilegir og öll frekari viðurkenning látin bíða betri tíma. Þetta tímabil gætninnar var ekki gjarnt á að votta hilli sína fyrir en viðkomandi hafði sýnt sig hennar verðugan með löngum, ábyrgum listamannsferli. Hinir nýju rithöfundar, tónlistarmenn og málarar voru aftur á móti allir ungir menn. Gerard Hauptmann sem skyndilega hafði komið fram á sjónarsviðið bar þrítugur, höfuð og herðar yfir öll leikrætaskáld þýsk. Stefán Georg og Rainer Maria Rilke höfðu báðir getið sér mikinn orðstýr sem rithöfundar 23 ára, með öðrum orðum áður en þeir urðu fullveðja að austurískum lögum. Í okkar eigin borg kom fyrir varði fram hópur listamanna sem nefndir hafa verið hinn unga Vín. Það voru þeir Arthur Schnitzler, Hermann Bahr, Richard Beer Hoffmann og Peter Altenberg. Með henni fáuðu list þeirra ávann austurísk menning sér í fyrsta sinn hlutgengi í Evrópu. En fyrst og fremst var það þó einn maður sem hreif okkur og heillaði svo að við urðum eins og bergnumdir, nefnilega hinn einstæði undramaður Hugo von Hofmannsthal. Í þessum jafnaldra mínum sá æskan ekki einungis holdtekjum metnaðardrauma sinna, heldur einnig skáldlega fullkomnun. Ferill Hofmannsthals í æsku mun lengi í minnum hafður sem dæmi undursamlegan bráðþroska. Í heimsbókmenntunum þekki ég engan að Keats og Rimbaud undanskildum sem hefur jafn ungur að árum náð slíkum meistaratökum á máli eða öðlast slíkt hugsjónaflug. Hver einasta hending þessa stórbrotta snillings var þrungin skáldskap. 16 eða 17 ára að aldri hafði hann letrað nafn sitt í annála þýskra tungu með ódauðlegum verkum, bæði í bundnumáli og óbundnu. Svo skjótur skáldþroski og fullkomnun er fyrirbrigði sem vart kemur fyrir tvisvar á sama mannsaldri. Þeir sem fyrstir komust í kynni við skáldskap hans hafa lýst því sem yfirnáttúrulegum atburði. Hermann Bahr sagði mér oft frá undrun sinni hann dag nokkurn fekk senda grein í tímarit sitt frá einhverjum Loris sem augsýnilega átti heima í Vínarborg. Skólapiltum var bannað að birta ritsmíðar undir eigin nafni. Þó tímaritinu væri sent efni hvaðanæva úr heiminum hafði honum aldrei borist neitt verk á svo vangjuðu tignu máli né svo hugmyndafrjótt og leikandi létt. Hver er þessi óþekkti Loris? Spurði hann sjálfan sig. Sjálfsagt einhver öldungur sem hefur í einveru langrar ævi saldað hugsanir sínar á laun og seitt fram innsta kjarnatungunar og lostsælustu töfra. Og spekingur og skáld með slíka náðargáfu bjó hér í borginni án þess að hann hefði heyrst nefndur á nafn. Bahr skrifaði hinum ókunna höfundi hæl og stemdi honum til viðtals í Kaffi Grínstætl, hinum fræga samkomustað ungu skáldanna. Hinn tilsetta dag gekk grannur, skegglaus menntaskólapiltur í knébuxum allt í einu, létt og rösklega að borðinu til hans, hneigði sig og sagði stuttlega, mjóum en ákveðnum rómi sem ennþá bar glögg einkenni gelgjuskeiðsins: Hofmannsthal, ég er Loris. Bahr komst ætíð í geðshræringu þegar hann sagði síðan frá undrun sinni. Í fyrstu vildi hann ekki trúa sínum eigin augum. Gat það verið að skóladrengur hefði náð slíku valdi á listinni, öðlast líka skarpskyggni, víðsýni og innsæi, svo undraverða lífstekkingu áður en honum hafi gefist tóm til að kynnast lífinu.
Og næstum það sama sagði Arthur Schnitzler. Hann stundaði þá enn læknisfræði því tekjur af ritstörfum nægðu honum ekki fyrir lífsuppeldi. Engu að síður var litið á hann sem forystumann hinnar ungu Vínar og þeir sem yngri voru báru gjarna verk sín undir hann. Schnitzler hafði af tilviljun komist í kynni við þennan renglulega skólapilt og veitt athygli hinum skörpu gáfum hans. Og þegar þessi menntaskóladrengur bað Schnitzler að hlýða á ljóðleik sem hann hafði ort sjálfur, bauð Schnitzler honum heim til sín án þess að búast þó við nokkru frábæru. Þetta hlaut að vera tilfinningasamt og ófrumlegt eins og skáldskapur annarra menntaskólapilta. Hann bauð nokkrum vinum sínum til stefnunar. Hofmannsthal kom á stuttbuxum, dálítið taugaóstyrkur og vandræðalegur og byrjaði að lesa. Eftir stundarkorn, sagði Schnitzler, tókum við að leggja við hlustirnar og litum undrandi næstum skeldir hver og annan. Svo fullkomna ljóðagerð, svo gallalust form og söngræna innlifum höfðum við ekki heyrt hjá neinum samtíðarmanni og naumast álitið þvílíkt mögulegt síðan Goethe leið. En dásamlegri hinni einstæðu formsnild sem ekkert skáld á þýska tungu hefur leikið eftir honum síðan var þó lífsþekkingin sem þessi skólapiltur hlaut að hafa öðlast með dularfullu innsæi. Þegar Hofmannsthal hafði lokið lestrinum sátu allir hljóðir. Mér fannst, sagði Schnitzler, ég hafa í fyrsta sinn á ævinni mætt fæddum snillingi og hef aldrei síðan orðið jafn snortin slíkri tilfinningu. Sá sem þannig byrjaði 16 ára, eða réttara sagt byrjaði ekki, heldur var algjör í byrjuninni og hlaut að verða jafnóki Goethes og Shakespeares, og í raun og veru átti fullkomnun hans enn eftir að fullkomnast. Eftir þennan ljóðaflokk Gestern kom hið stórfenglega brot Tod des Tizian, þar sem þýsk tunga öðlaðist í fyrsta sinn ítalska hljómfegurð. Síðan komu kvæðin sem voru hvert sig einstæður viðburður fyrir okkur. Eftir öll þessi ár kann ég þau utanbókar orð fyrir orð. Seinna birtust leikþættirnir og ritgerðirnar og þó efni þeirra sé þjappað saman á nokkra síður af geysilegri íþrótt hafa þær að geyma fjársjóði þekkingar, óbrigðulan listsmekk og víða yfirsýn. Allt sem þessi menntaskólapiltur eða háskólastúdent samdi var eins og lýsandi kristall, dimmur og glóandi í senn. Ljóð og laust mál mótaðist í hendi hans eins og ilmandi vagn frá Hímettos. Hvert kvæði hafði sitt hnitmiðaða form, þar var aldrei neitt of né van. Manni fannst alltaf að einhver ósjálfráð ratvísi, eitthvað dularfullt hnoða hlítið að vísa honum leið á hinum ótrónu brautum. Ég get varla lýst því hver áhrif þessi undramaður hafði á okkur sem voru farnir að bera eitthvað skynbragð og list. Því var hægt að hugsa sér nokkuð jafn heillandi fyrir ungu kynslóðina og það að vita holdi klætt í návist sinni sanna innblásna skáld sem í ímyndun okkar var góðsöguleg persóna á borðu Hölderlin, Keats eða Leopardi og maður hafði ætið séð í hillingum eða sem fjarlæga draumsýn. Þess vegna man ég líka svo glöggt eftir því þegar ég sá Hofmannsthal í fyrsta sinn. Ég var þá 16 ára að aldri. Við fylgdumst alltaf dyggilega með því sem þessi dýrlingur okkar hafði stað, svo ég varð alveg uppnumin þegar ég rakst á svolitla tilkynningu á baksíðu dagblaðana þar sem tilkynnt var að hann ætlaði að halda fyrirlestur Goethe í vísindafélaginu. Okkur fannst óskiljanlegt að slíkum snillingi skyldu ekki vera valin veglegri salarkynni en raun bar vitni því að í barnalegri aðdáun okkar höfðu við álitið að engin áheyrendasalur væri of stór þegar Hofmannsthal léti til sín heyra. En hér komst ég að raunum eins og við stráklingarnir í menntaskólanum vorum eins og svo oft endranær langt á undan almenningi og hinum opinberu gagnrýnendum í mati okkar á því lífvænlega í listinni. Í þröngum salnum var samankomið eitthvað á annað 100 manns, svo að það var hreinn óþarfi fyrir mig að koma hálftíma á undan til að tryggja mér sæti. Við höfðum beðið stundarkorn þegar ungur maður, grannvaxinn og lítill fyrir mann að sjá, gekk allt í einu milli sætaraðana upp að ræðupallinum og tók til máls svo fyrirvaralaust að mér gafst valla tóm til að virða hann fyrir mér. Renglulegt vaxtarlag og svolítill skegg hýjungur á efri vör gerðu Hofmannsthal ennþá unglegri en ég hafði búist við. Skarpleitt andlit hans, þeldögt og svolítið ítalst,
virtist loga af taugaæsingi og þessi sama óró sýndist mér brenna úr tinnu svörtum augum hans. Hann vatt sér að efninu líkt og sundmaður steypir sér í lignan hyl og því lengur sem hann talaði því hispurslausari urðu hreyfingar hans og öll framkoman öruggari. Óðar en andinn kom yfir hann, ég tók oft eftir þessu seinna við áttum tal saman, hvarf honum öll feimni og hann tókst allir á loft eins og títt innblásna menn. Aðeins við upphaf ræðunnar tók ég eftir því að rödd hans var ekki fögur. Hann var mjög mjóróma og dálítið skjálfraddaður, en brátt urðum við svo hugfangnir af ræðunni að við gáfum okkur hvorki róm hans né andliti nokkurn gaum. Hann talaði blaða og minnisgreina laust og kannski meira að segja undirbúningslítið, en sögum meðfættrar formgáfu hans var hver setning fullkomlega meitluð. Hann setti fram margar djarfar og snildarlegar tilgátur og fann þeim ætíð skýra og óvænta rökstuðningu. Manni fannst ósjálfrátt að það sem hann sagði væri aðeins lítið brot af ótæmandi gnótt og að hann gæti talað tímunum saman á sömu andagiftinni án þess að slaka á eða komast í þrot. Á seinni árum hef ég einnig oft í samræðum við hófmannstal fundið kingi kraft þessa orðsnillings. Í eðli sínu var hann eirðarlaus, kvikull og viðkvæmur, uppnæmur fyrir hverjum gusti og oft önugur og erfiður í umgengni, svo að ekki var hlaupið að því að kynnast honum náið. Þegar hann aftur á móti fekk áhuga á einhverju máli var líkt og kveikt væri í tundri. Þá hófst samtalið í einu vetfangi upp á það stig sem honum einum var eiginlegt og engum öðrum að fært að ná. Jafn andríkar samræður hef ég aldrei átti nokkurn mann, nema ef vera skildi Paul Valéry, sem átti til að bera skýrari, hnitmiðari hugsun eða þá eldhugan Kæserling. Á þessum innblásnu stundum var eins og allt yrði ljóslifandi í stálminni Hófmannsdals, hver einasta bók sem hann hafði lesið, hvert málverk og landslag sem hann hafði séð. Ein líkingin bauð annari heim. Þegar maður hugðist hafa náð tindinum, blasti við manni ný og óvænt útsýn. Bæði við þennan fyrirlestur og seinni kynni þóttist ég finna hjá honum hina sönnu uppljómun, þann örvandi og heillandi andblæ óendanleikans sem skynsemin ekki einfarum að ná tökum á. Að vissu leyti vann Hófmannstal undraverðust afrek á aldrinum 16 til 24 ára. Að vísu dái ég ekki minna sum af seinniverkum hans, svo sem einstaka þætti úr leikritunum, hinar snildarlegu ritgerðir eða brotið Andreas, sem eftir villir fegursta skáldsaga rituð hefur verið á þýska tungu. En eftir að hann komst í náin tengsl við leikhúsið og áhugamál samtíðarinnar, misti skáldskapur hans þá innblásnu draumkynjuðu töfra sem svo mjög hafðu heillað okkur í fyrstu kvæðunum. Af þeirri spátumsgáfu sem unglingnum lagin sáum við fyrir að þetta undur æsku okkar myndi ekki gerast aftur vora daga. Balzac hefur lýst því að frábæri snilld hvernig sigurfari Napóleons hleyptu eldmóði í heila kynslóð í Frakklandi. Hinn glæsilegi ferill Bonaparte liðþjálfa áður en hann gerðist keisari heimsins var ekki eingöngu sigur fyrir hann sjálfan, heldur æskuna í heild. Það var sýnt að maður þurfti ekki að vera kominn af kóngi eða fursta til að geta sest ungur í valdasessin. Niðji smárrar ættar, meira að segja að fátæku foreldri, gat orðið hersöðingi 24 ára, drottnari Frakklands 30 og síðar nálega alls heimsins. Þessi framavon rak margan mannin úr heimaþorpi sínu og frá rólegu embætti. Fordæmi Bonaparte liðþjálfa hafði stigið æskunni til höfuðs. Hann jók metnað ungra manna og skapaði úr þeim hersöðingja hins volduga Frakkahers, hetjurnar og uppskapningarna í Comédie Humaine. Ætíð þegar ungur maður nær óvæntum árangri á einhverju sviði, örvar hann jafnaldra sína og eftirkomendur til dáða. Á þennan hátt urðu bæði Hófmannstal og Rilke óvenjuleg hvatning fyrir okkur, sem enn vorum óráðnir og fullir starfsorku. Þó enginn okkar geti vonast eftir að feta í spór Hófmannstals, var styrkur að því að hafa hann á meðal okkar. Það var sönnun þess að á okkar dögum, í okkar borg, væri hægt að vera skáld. Þegar öllu var á botninn hvolft var bankastjórinn faðir hans af gyðinglegum borgarættum eins og feður okkar hinna.
Snillingurinn hafði alist upp í samskonar húsi og búið við sömu siðalögmál og við, gengið í álíka andlausan menntaskóla, lesið sömu kennslubækurnar, setið 8 ár á sömu trébekkjunum og á sama hátt borið óþolinmæði í brjósti og þráð nýjungar fyrir andan. Og sjá, meðan hann þurfti enn að slíta skónum í skólastofum og leikfimissal, hafði honum tekist að losna úr læðingi fjölskyldu og ættborgar og hefjast til flugs í hinar óendanlegu víðáttur. Hofmannsthal sýndi okkur svart á hvítu að einnig á okkar dögum hægt að yrkja og það jafnvel að snilld í dýflissu lofti Austurríks menntaskóla. Það var meira að segja hægt að komast á prent, en slíkt var mikil freisting fyrir æskumann, fá lof og verða frægur samtímis og litið var á mann sem óþroskaðan strákkvolp í skóla og heimahúsum. Rilke var okkur uppörfun á annan og hugþekkari hátt, því jafnvel hinum ófeilnustu okkar myndi hafa fundist að ganga guðlasti næst að ætla sér að keppa við Hofmannsthal. Við vissum að hann var einn af þessum bráðþroska snillingum sem ekki tjóar að stæla og þegar við bárum kvæði okkar frá 16 ára aldrinum saman við ljóð frægðarmannsins frá sama aldurskeiði, róðnuðum við af sneipu. Við fundum til auðmýkingar gagnvart þeim arnsúg sem hann hafði dregið í flugnum þegar í menntaskóla. Rilke hafði reyndar líka byrjað snemma að yrkja og gefa út, nefnilega 17 eða 18 ára. En samanborið við Hofmannsthal og meira að segja almennt tekið var þessi æskukveðskapur Rilkes svo barnalega einfaldur og viðmanningslegur að góða athygli þurfti til að finna nokkra smá perlur sem bentu til skáldgáfu. Það var ekki fyrr en þetta eftirlæti skoð okkar hafði náð 22 eða 30 ára aldri að persónuleiki skáldsins tók að koma í ljós. Þetta var geysileg huggun fyrir okkur. Samkvæmt því var ekki nauðsynlegt að vera orðin afburða maður strax í menntaskóla eins og Hofmannsthal, það var líka hægt að þreifa sig áfram, reyna fyrir sér og sækja á brattan eins og Rilke. Eins og gefur að skilja höfðum við fyrir löngu byrjað að yrkja og skrifa, semja lög og lesa upp. Óvirkur áhugi er æskunni ekki að skapi, því það liggur í eðli hennar að gleypa í sig áhrif og ávaxta þau í skapandi starfi. Ef ungt fólk ann leiklist, óskar það og dreymir annarkvort að leika sjálft eða að minnstakosti vinna við leikhús. Sá sem dáir listgáfu á einhverju sviði fer óhjákvæmilega alltaf að leita í eigin barmi, hvort þar sé ekki að finna einhvern sprota eða vísi að hinum dýrmætu hæfileikum. Það var líka í fullu samræmi við aldarhátt og borgarbrag þegar hneigðin til listsköpunar var nokkurs konar faraldur meðal okkar bekkjarbræðrana. Hver og einn reyndi að finna hjá sér hæfileika og þroska þá. 4 eða 5 ætluðu að verða leikarar og stældu framsögn búrgleikarana, sóttu leynilega leiktíma og þuldu í frímínútunum heila þætti úr klassískum leikritum með mörgum persónum, meðan við hinir hlýttum á að forvitni og strángri gagnrýni. 2 eða 3 voru færir tónlistarmenn en höfðu ekki ennþá afráðið hvort þeir ætluðu að vera tónskáld, hljóðfæraleikarar eða hljómsveitarstjórar. Þeim á ég að þakka fyrstu kynni mína nútímatónlist sem í þá tíð var útlæg af opinberum hljómleikum borgarinnar. Hjá okkur hinum fengu þeir í staðinn texta við lög sín og söngva. Sonur frægs tískumálara dundaði við það í kennslustundunum að teikna myndir af tilvonandi séníum bekkjarins. Langalmennastur var þó áhugi fyrir bókmenntum. Vegna innbyrðis keppni og gagnrýni vorum við 17 ára að aldri vaxnir upp úr öllum viðvaningshætti og sumum hafði jafnvel heppnast að skapa verk sem ekki varð framhjá gengið. Ágætt sönnun þess er það að skrif okkar fengu ekki aðeins rúm í hinum lítt þekktu utanbæjarblöðum, heldur einnig í forystu tímaritum nýju bókmyndana sem meira að segja guldu fyrir þau ritlun. Einn af félögum mínum, PHA, sem ég dáði mjög, skartaði á fremstu síðu í hinu íburðamikla og glæsilega tímariti Pan við hliðina á Demel og Rilke. Annar náungi, AM, hafði undir dulnefninu Ágúst Öhler komist í dálka þess tímarits sem var ótilkvæmast og vandlátast allra þýska tímarita, Blätterfutt í Kunst, enda þótt Stefán Georg veitti aðeins gæðingum sínum og eftirlæti skoðum rúm í tímaritinu. Sá þriðji skrifaði leikrit Napoleon að dæmi Hofmannsthals,
Fjórði kom með nýja fagurfræðikenningu og orti sonnettur og sjálfur fékk ég aðgang að Gesellschaft, forystu tímariti nútímabókmyndana og sömuleiðis að Zukunft Maximilians Hardens, sem var það tímarit mest áhrif hafði á menningu og stjórnmál hins nýja Þýskalands. Þegar ég lít nú öxl verð ég hreinlega að játa að þekking okkar og tækni og bókmyndasviðinu, sá listþroski sem við höfðum öðlast 17 ára, var undraverður og aðeins skiljanlegur með hliðsjón af hinum glæsilega ferli Hofmannsthals sem knúði okkur til að leggja okkur alla fram. Við kunnum tök á öllum listbrögðum málsins, orðgnótt þess og blæbrigðum. Við höfðum í tilraunaskyni ort undir ýmsum háttum og í margs konar stíl af innfjálgi Pindars og einfaldleik þjóðvísunar. Daglega ræddum við alls konar ljóðform, sýndum hver öðrum skáldskapinn og bentum á gallana. Meðan blessaðir kennararnir leiðréttu með rauðu bleki kommuvillurnar í stílunum okkar, gagnrýndum við hver annan af meiri strangleik, listkunnáttu og nákvæmni en hinir opinberu bókmenntapáfar dagblaðana þeir skýrðu klassísk snilldarverk. Á síðustu skólaárunum voru við einnig komnir fram úr hinum viðurkendu frægu gagnrýnendum að sérþekkingu, dómgreind og málfæri. Af þessari dagsönnu lýsingu á bókmyndaþroska okkar gæti nú ef til vill einhver freistast til að halda að við hefðum verið einhver undrabörn, en því fór fjarri. Í fjölmörgum öðrum skólum í Vín mátti þessar mundir sjá sama fyrirbrigðið, þennan öfgafulla áhuga ungra og bráðþroska hæfileikamanna. Þetta var engin tilviljun. Hið óvenjulega hagstæða andrúmsloft sem ríkti í borginni á þessu ópólitíska tímabili ásamt nýjum straumum í bókmenntum og andlegu lífi aldamótin glæddi hina áköfu sköpunarþrá sem óhjákvæmilega fylgir þessu aldurskeiði. Á gelgjuskeiðinu gengur æskan yfirleitt með skáldadrauma. Reyndar þetta hjá flestum aðeins hverfull blossi og mjög sjaldgæft að hann lifi æsku árin af, þar sem þessar hneigðir eru eingöngu vaxtareinkenni unglingsárana. Enginn hinna 5 skólaleikara steig nokkru sinni fæti á leiksvið eftir að við komumst á fullorðinsár og skáldin sem ortu í Pan og Blettafutt í kunst hafa eftir þessa frækilegu byrjun koðnað niður og gerst heiðarlegir málferslumenn eða skrifstofustjórar sem ef til vill brosa nú angurværir eða sposkir að skáldadraumum sínum í fyrirdaga. Ég sá eini af öllum hópnum sem sköpunar ástríðan hefur ekki sagt skilið við, sá eini sem hefur með árunum fundið lífi sínu inntak og tilgang í listinni. En þessa félagskapar minnist ég æ síðan með þakklátum huga. Hann hefur orðið mér á ótrúlegu liði. Þessar heitu umræður, þessi blindi metnaður, þessi gagnkvæma aðdáun og gagnrýni hafa æft meira en lítið huga minn á hönd. Allt veitti þetta okkur útsýn í heimi andans og lyfti okkur yfir tómleika og deyfð skólavistarinnar. Du holde Kunst in wie viel grauen Stunden. Alltaf þegar ég heyri þetta ódöðlega lag Schuberts sé ég okkur í anda, fyrst húkandi á skólabekkjunum og því næst á heimleið frá skóla, lesandi upp og gagnrýnandi, fullir af eldmóði og með ljóma í augum, sannarlega flokknir til fegri heima. Þessi ofstækisfulla og einstrengningslega listdýrkun hlaut að koma niður á öðrum áhugamálum sem æsku árunum eru eiginleg. Nú þegar ég spyr sjálfa mig hvenær okkur hafi gefist tóm til að lesa allar þessar bækur, jafn nauman tíma og við höfðum aflögu frá skólasetu og einkatímum, þá mér ljóst að þetta skerti nauðsynlegan svefntíma og bitnaði þar með á líkamsreisti okkar. Þótt ég þyrfti að fara á fætur klukkan 7 á hverju morgni kom aldrei fyrir að ég legði bækurnar frá mér fyrir en 1 eða 2 á næturnar. Sá óvani hefur fylgt mér síðan að lesa í 1 eða 2 stundir í rúminu áður en ég fer að sofa, hversu seint sem ég gengdi náða. Ég minnist þess ekki heldur að hafa nokkur tíman farið í skólan öðruvísi en vansvefta og illa þvegin, rekin af stað með brauðbitan í lúkunum. Engin furða þó við yrðum korpnir og bláir í gegn af öllum þessum andlegheitum. Þar á ofan vorum við fremur illa til fara því allt okkar skotsilfur fór í leikhúsferðir, hljómleika og bækur. Hins vegar lögðum við litla rækt við að ganga í augun á kvenfólkinu því við ætluðum að ávinna okkur hilli mikilvægari aðila.
Við litum á það sem hreina tímasóun að spássera með ungum stúlkum því vegna menntarokans höfðum við frá upphafi litið og hitt kynið sem óæðri vitsmunaverur og það var okkur lítið skapi að sólunda tímanum í marklaust hjal. Það er ekki auðvelt að gera ungu fólki nú á dögum skiljanlegt hversu mjög við einskisvirtum eða jafnvel fyrirlitum íþróttir. Að vísu hafði íþróttaaldan frá Englandi þá ekki enn flætt yfir meginlandið. Enn voru ekki til neinir íþróttasalir þar sem 100.000 manns æpa af hrifningu þegar hnefaleikari rekur andstæðingi sínum kjaftsögg. Blöðin hafði þá enn ekki fréttaritara til að fylla dálka sína með háflegum knattleikslýsingum. Glímur, íþróttasýningar og aflraunir voru í þá tíð útkverfaskemmtanir og mest sóttar af slátrurum og burðarkörlum. Hinnir svokölluðu betri borgarar freistuðust í hæsta lagi nokkru sinnum á ári út að skeiðvöllunum til að horfa á veðreiðar en okkur sem litum á íþróttakeppni sem einskera tímaeðslu varð ekki þokað. 13 ára gamall þegar bókmennta og listafíknin kom yfir mig hætti ég skautaferðum og keypti bækur fyrir þá skildinga sem foreldrar mínir ætluðu mér til greiðslu á danstímum. 18 ára kunni ég hvorki að synda, dansa, né leika tennis og ennþá kann ég hvorki að sitja reiðhjól né aka bifreið og í öllu sem að íþróttum lítur getur hver 10 ára krakki gert mér skömm til. Jafnvel nú árið 1941 er mér alls óljós munurinn á beisbol og knattspyrnu, á hockey og póló og fyrir mér eru tölurnar á íþróttasíðum blaðanna jafn torskildar og kínverska. Gagnvart öllum íþróttaafrekum og hraðametum hef ég ávallt sömu afstöðu og Persakonungur. Hann svaraði eins og Austurlanda spekingi sæmdi þegar menn hvöttu hann til að horfa á derbyveðriðarnar. Til hvers? Ég veit vel að einn hestur getur hlaupið hraðar en annar. Hver þeirra það er má mig einu gilda. Spilamennsku alla lögðum við að jöfnu við íþróttirnar. Einungis skákin fann náð fyrir augum okkar vegna þess að hún krafðist andlegrar áreynslu. En furðulegast var að þótt við litum á okkur sem verandi skáld, litum við okkur náttúruna engu varða. Fyrstu 20 ár ævi minnar sá ég varla neitt af hinu uðnasfagra umhverfi Vínar. Meðan borgin var auð hásumarið vorum við fyrst í essinu okkar því þá gátum við lagt undir okkur kaffihúsin og fengið meira af blöðum og tímaritum en venjulega og með auðveldara móti. Ég þurfti ár og jafnvel áratugi til að ná jafnvægi eftir þetta barnalega einæði og bæta mér nokkurn veginn upp þá líkamlegu vanburði sem að því leiddi. En þegar öllu var að botni hvolft iðrast ég ekki þessa ofstækis menntaskóla árana og þessa lífs sem aðeins var lifað með augum og taugakerfi. Menningaráhugin rann mér í merg og bein á þessum árum og honum vil ég ekki glata. Allt það sem ég hef síðar lesið og lært stendur á traustum grunni frá þessum árum. Það er hægt að vinna upp alla vanrækslu á stælingu vöðvana en andlegur þroski og næmleiki skapast aðeins á þessum mikilvægu vaxtarárum og sá einn sem snemma hefur lært að ljúka upp huga sínum er þess umkominn að veita öllum heiminum viðtöku. Það var líf og yndi okkar í æsku að finna að eitthvað nýtt var að ryðja sér til rúms í listarheiminum, eitthvað heitara, djarfara og meira heillandi en svo list sem feður okkar og samtíðarmenn þeirra höfðu tignað. En vegna þess að við lifðum og hrærðumst einvörðungu í heimi listarinnar vorum við með öllu grunlausir að þær nýjungar sem þar voru á döfinni boðuðu víðtækar þjóðfélagsbreytingar áttu eftir að láta öryggis háborg feðra okkar riða á grunni og að lokum hrynja í rúst. Merkileg umskipti tóku að búa sig í hinu gamla svefnhöfuga Austurríki. Alþýðan sem hlýtt hafði möglunarlaust forsjá hinnar frjálslyndu borgarastéttar áratugi reis allt í hinu upp, myndaði sín eigin samtök og krafðist réttar síns. Einmitt á síðasta áratug gömlu aldarinnar fóru stjórnmálin snöggum kaldranalegum gusti hinnar lognmollulegu tilveru borgarinnar. Nýja öldin heimtaði nýtt skipulag, breytta tíma. Fyrsta fjöldarheimingin í Austurríki var sósíalisminn. Hingað til hafði hinn rangnemdi almenni kosningaréttur verið einskorðaður við efnamennina sem þurftu að gjalda nokkra fjárhæð í skatt til þess að verða hans aðnjótandi.
Þeir lögmenn og óðalsbændur sem kjörnir voru af þessari stétt trúðu því hins vegar statt og stöðugt að þeir væru talsmenn og fulltrúar þjóðarinnar á þinginu. Þeir voru talsvert upp með sér af að vera menntaðir, sumir voru háskólagengnir og þeir mátu mikils virðuleik, háttprýði og gott málfar. Þess vegna líktust þingfundinir mest kvöldsamkomum í virðulegu málfundafélagi. Þessir frjálslyndu smáborgaralegu lýðræðissinnar trúðu því að heimurinn myndi halda áfram að vaxa að visku og umburðarlyndi og voru í alvöru þeirra skoðunar að hagsmunum alþýðunar væri best borgið með hægfara umbótum og lítilsháttar tilslökunum. En þeir höfðu steingleymt því að þeir voru eingöngu fulltrúar 50 eða 100.000 efnamanna í stórborgunum en ekki alþýðunar allrar. Og nú komu vélarnar til sögunar og verkalýðsstéttin hópaðist í iðjuverin. Undir forystu doktors Viktors Adlers, hinn ágætasta manns, var stofnaður jafnaðarmannaflokkur til að framfylgja kröfum verkalýðsins og knýja í gegn raunhæfan almennan kosningarétt. Jafn skjótt og hann hafði verið veittur, eða réttara sagt knúin í gegn, varð mönnum ljóst hversu yfirborðsleg frjálslynda stefnan hafði verið, þó hún væri raunar mikils verð. Með henni hvarf umburðarlyndið af vettvangi stjórnmálanna, hagsmunir rakust á, baráttan var hafin. Mér í barns minni sá dagur sem úrslitum réð vöxt og viðgang austfirska jafnaðarmannaflokksins. Verkamennirnir höfðu lýst því yfir að 1. maí skyldi vera hátíðisdagur vinnandi alþýðu og til að sýna mátt samtaka sinna og gera vígorð sín heyrinkun höfðu þeir ákveðið að fara fylltu liði Prater, meira að segja aðalgötuna undir hinnum tígulegu kastaníutrjám þar sem blómskreyttir vagnar aðals og auðmanna höfðu ávallt verið einráðir á þessum degi. Við þessa tilkynningu urðu hinnir ágætu frjálslyndu borgarar skelfingu lostnir. Jafnaðarmenn. Orðið hafði þá í Þýskalandi og Austurríki einhvern blóð- og hermdarverkakeim líkt og orðið Jakobínar forðum og bolsevikar seinna. Í fyrstu var álitið óhugsandi að þessi rauði óaldarlýður útkverfanna geti farið göturnar án þess að kveikja í húsum, ræna búðir og fremja alls konar ofbeldisverk. Einhvers konar múghræðsla greip sig. Öll lögregla borgarinnar og nærsveitanna var kvödd saman í Prater og herinn hafður til taks með byssurnar ef á þyrfti að halda. Engin listivagn eða leigukerra hætti sér í námunda við garðinn, kaupmennirnir skutu járnhlerum fyrir búðargluggana og ég man það að foreldrar mínir bönnuðu okkur krökkunum að fara út á götu á þessum voðadegi þegar eins mátti búast við að borgin stæði í björtu báli. En ekkert skeði. Verkamennirnir gengu í fjórfaldri röð með konur sínar og börn Pratergarðinn undir prýðilegum aga. Allir báru flokksmerkið, rauða nelliku í hneppslunni. Fullorðna fólkið söng alþjóðasöngin á göngunni en börnin sem aldrei höfðu fyrr stigið fæti á hina indælu gangstíga fína fólksins fóruð að kyrja sakleysislega skólasöngva. Það var ekki gert að hlut nokkurs manns, engin barinn, engin hnefi kreftur, lögreglan og hermennirnir brostu kumpánlega til fylkingarinnar. Vegna þessara lítalausu hegðunar gátu borgararnir ekki lengur brennimert verkamennina sem byltingar sinnaðan óþjóðalýð. Málum var miðlað eins og venja var til í hinu gamla og stjórnvitra Austurríki. Ennþá höfðu ofsóknar og útrýmingar aðferðir nútímans ekki verið fundnar upp og ennþá var mannúðar hugsunum lifandi þó tekin væri að fölna jafnvel í hjörtum flokksleiðtogana. Rauða nellikan hafði ekki fyrr verið tekin upp sem flokkseinkenni en annað blóm tók að sjást í hneppslunni. Það var hvíta nellikan, merki kristilegra sósíalista. Er það ekki átakanlegt að menn skyldu velja blóm fyrir flokkseinkenni í staðinn fyrir hermannastígvél, rýtinga og hauskúpur eins og nú tíðkast? Kristilegi sósíalistaflokkurinn, þessi hreinræktaði smáborgaraflokkur, var eiginlega skipulagt viðnám gegn verkalýðshreyfingunni og í rauninni afsprengi iðnbyltingarinnar eins og hún, því samtímis og vélarnar veittu verkamönnum völd og brautargengi í þjóðfélaginu eftir að fjöldasamtökin hófust, voru þar einnig ógnun við handiðnaðinn. Stóru vöruhúsin og fjöldaframleiðslan táknuðu hrun millistéttarinnar og hinna litlu iðnfyrirtækja. Þessir óanægðu og áhyggjufullu menn eignuðust vinsalan og dugandi foringja, Dr. Karl Lueger,
sem tryggðu sér fylgi smáborgaranna og hinnar aðþrengdu millistéttar með slagorðinu styrkjum smáframleiðandann. Ótti þessa fólks við að verða að öreigum var sem sé meiri en öfund þess á auðstéttinni. Og það voru einmitt þessar sömu stéttir sem vörpuðu áhyggjum sínar á Adolf Hitler og mynduðu kjarnan í flokki hans. Og Karl Lueger var fyrirmynd hans í fleiru því af honum lærði Hitler nytsemi andsemísku slagorðana sem opnuðu augu hinnar óanægðu smáborgarastéttar fyrir nýjum óvinni gyðingunum, jafnframt því sem þau sefuðu hatrið á hinni ríku landeigandastétt og lénsaðlinum. En ef við berum þessa tvo foringja saman, sjáum við glöggt á ægilegu afturför og afsíðun sem átt hefur sér stað í stjórnmálalífi 20. aldar. Karl Lueger var mikilúðlegur maður með hvítt alskegg, í Vínarborg oftast nefndur Karl Fagri í daglegu tali. Hann var háskólaborgari og hafði ekki setið árangurslaust á skólabekk í þann tíð sem sönn menntun var metin öllu ofar. Hann var alþýðlegur í máli, harðskeyttur og fyndinn, en jafnvel í hinum heitustu kappræðum fór hann aldrei út fyrir takmörk háttvísinar og Snæder vélfræðingi sem var nokkuð svona srækjar í flokknum og spann upp mannfórnarsögur gyðinga í svívirðingaskyni hélt hann rækilega í skefjum. Andstæðingunum sýndi hann ævinlega vissa prúðmennsku. Í einkalífi sínu var hann hversmanns hugljúfi og hinn yfirlýsta gyðingaandúð hans kom ekki í veg fyrir að hann var í hollur og aðlúlegur þeim gyðingum sem áður höfðu verið vinir hans. Þegar flokkur hans fékk loks meirihluta í borgaráði Vínar og hann var borgarstjóri, eftir að Frans Jósef keisari sem hafði andstyggð á gyðingahatrinu hafði tvisvar færst undan að staðfesta kjörið, reyndist borgarstjórn hans óaðfinnanlega réttlát og meira að segja mjög lýðræðisleg. Gyðingar sem lengi höfðu óttast sigur andsemíska flokksins héldu fullum réttindum og virðingu. Hatur til náungans og vægðarlaus tortímingarfýsn hafði ennþá ekki eitrað líf þjóðanna. En brátt birtist þriðja blómið í hneppslunni, hið bláa kornblóm, eftirlætisblóm Bismarcks og einkenni þýska þjóðurninsflokksins, en hann var, þótt menn skildu það ekki þá, eindreginn byltingarflokkur sem vann af ruddalegri ákefð að hruni austurríska keisaradæmisins í því skyni að stofna stór Þýskaland undir forystu Prússa og mótmælenda líkt og Hitler dreymdum seinna. Fylgi kristilega sósíalistaflokksins var mest í Vín og upp til sveita. Jafnaðarmenn höfðu lagt undir sig iðnaðarhéruðin en áhágendur þýska þjóðernisflokksins voru hins vegar nær einvörðungu í bæheimi og alpahéruðunum. Þó flokkurinn var ekki stór, bætti hann sér upp smæð sína með látlausum æsingum og dólgslegum árásum. Hinnir fáu fulltrúar hans voru svipa á austúríska þingið og smánarblettur á því að flestra dómi. Til þeirra á Hitler, sömuleiðis austúrískur útkjálkamaður, rætur að rekja. Eftir Georg Schönerer tók hann upp herópið Los von Rom, en í anda þess gengu áhangendur þjóðernisflokksins af trúnni þúsundum saman og gerist mótmælendur, keisaranum og klerkastéttinni til hneykslunar og skapraunar. Af þessum manni lærði Hitler einnig kynþáttakenninguna og gyðingahatrið. Sá kynþáttur fullur af skepnuskap, sagði þessi glæsilega fyrirmynd hans. En fyrst og fremst lærði hann þó af þýska þjóðernisflokknum að nota harðskeyttar og hrottafengnar stormsveitir til að skjóta hinum friðsamari og mannúðlegri meirihluta skelkibringu og kúa hann. Þýski þjóðernisflokkurinn notaði stúdentafélögin á sama hátt og nasistar stormsveitirnar á sínu tíma, nefnilega til þess að hleypa upp fundum með gummikylfum og til að berja á andstæðingunum á næturþeli. Í skjóli hinna akademísku forréttinda óðu stúdentarnir uppi á öllum pólitískum samkomum sem skipulagður herflokkur og stofnuðu til óeirða og meiðinga. Þessi drykkfelldu ruddalegu ungmenni með andlitin þakin örum og skrámum skipuðu sér í sveitir sem nefndar voru stúdentagildi og ríktu eins og harðstjórar yfir hátíðasölum háskólana því þeir voru vopnaðir þungum hörðum stöfum en báru ekki borða og húfur eins og hinir. Þeir höfðu sífellda áreitni í frammi og ofsóttu á víxl gyðinga, slafa, ítali eða katólska og reyndu að hrekja alla minnimáttar úr háskólanum. Á hverjum búmmel, svo voru laugardagssamkomur stúdentanefndar, flaut allt í blóði.
Lögreglan, sem samkvæmt stúdentalögunum mátti ekki stíga inn í hátíðasalina, varð að horfa aðgerðarlaus á aðfarir þessara rögu áflogahunda og láta sér nægja að bera þá burt sem særðust þegar þessi ribbaldar hrintu þeim fram af þrepunum niður á götuna. Þegar einn fámenni en kjaftfóri þýski þjóðernisflokkur í Austurríki vildi fá einhver framgengt, sendi hann ævinlega stúdenta stormsveit á vettvang. Þegar Badeni greifi gaf út með samþykki þings og keisara reglugerð tungumálakennslu í Austurríki, reglugerð sem átti að koma á friði milli þjóðarbrotana í ríkinu og hefði að líkindum lengt aldur keisaradæmisins nokkra áratugi, settust þessir ungu uppvöðsluseggir Ringstrassi. Riddaralið var hvatt á vettvang og það sló í bardaga milli sveitana. En svo mikil var andúðin á uppþotum og blóðsúthellingum á þessum mannúðartímum að stjórnin lét undan síga vegna ógnana þýska þjóðernisflokksins. Forsætisráðherrann sagði af sér og hinn mjög svo sanngjarna reglugerð var afturkölluð. Innreið ofbeldisins í stjórnmálin bar þetta skjótan árangur. Allir hinir leyndu brestir í sambúð kynþátta og stétta sem dulist höfðu á öld umburðarleyndisins gliðnuðu nú sundur og urðu að óbrúandi gjám og sprungum. Í rauninni hafði stríð allra gegn öllum þar með hafist í Austurríki á síðasta tug aldarinnar. Við ungumennirnir sem vorum gagnteknir af bókmenntalegum metnaði og áhuga gáfum lítinn gaum að þeim hættulegu breytingum sem voru að gerast í áttökunum. Við sáum aðeins bækur og málverk. Við höfðum engan áhuga á stjórnmálum og þjóðfélagsmálum. Hvað varðaði okkur þessar háværu sennur? Þegar kosningahitinn hljóp í borgarbúa róluðum við inn á söfnin til að lesa og þegar alþýðan gerði uppsteyt ortum við og ræddum skáldskap. Við sáum ekki hið eldlega letur á veggnum, heldur berðum á hinum dýru veigum listarinnar eins og Belsasar forðum og gáðum þess vegna ekki að líta fram á veginn. Og fyrst áratugum seinna, þegar rjáfur og veggir riðu að höfðum okkar, varð okkur ljóst að undirstaðan hafði lengi verið ótrygg og að hnignun persónufrelsisins í Evrópu var þegar hafin í byrjun nýju aldarinnar.